Já, við höfum svolítið verið að ræða skólakerfið og menntamál hér undanfarið og rúmlega bara undanfarið misseri, nokkuð reglulega hérna við Rauðaborðið. Tilefnið að, já, þetta er náttúrulega eitt af mikilvægustu grunnkerfum samfélagsins og við ættum alltaf að vera að ræða skólakerfið. En það er líka sótt að skólakerfinu með gagnrýni úr ýmsum áttum og ja, þeirri gagnrýni er stundum svarað fólki sem vil verja kerfið. Í gær birtist grein á Vísi sem er ansi hressileg og skemmtileg. Hún er eftir Atla Harðarson sem er prófessor við menntavísindasvið og hann er hingað kominn. Umbætur í skólakerfinu hættum að ljúga. Hættu því alveg og hættu því strax. Greinin, hún er skrifuð af, ja, hvað segir maður, ákafa? Ég veit nú, það auðvitað er mér nokkuð mikið niðri fyrir en ég reyndi nú bara að segja eins einfaldlega og bókstaflega satt og ég gat og hérna þessi grein var nú ekki hugsuð sem negin flugeldarsýning og það er með þetta fólk sem er að verja skólakerfið. Ég er auðvitað einn af þeim sem vil verja skólakerfið en það er svolítið það hafa ekki allir alveg sömu sýn á það fyrir hverju þarf að verja það, hver óvinnurinn er. Og hvað í því maður þarf að verja? Og hvað í því maður þarf að verja. Ég hef þetta mína sýn á skóla. Ég hérna, hef kannski gamaldags viðhorf til skóla. Ég held að skóli sé staður, það sem er næði til þess að læra hluti sem er seinlegt að læra. Þar sem fólk hefur tíma og hérna tækifæri til að ganga upp svona nokkrar erfiðar brekkur á menntabrautinni, tileinka sér vísindalega hugsun, erlend tungumál, getu í listum og tækni og sem sagt, læra hluti sem er seinlegt og erfitt að læra. En má ég skjóta hér inn, er skólinn ekki að gera þetta og aukaspurning, gerði hann þetta áður? Skólinn hefur aldrei verið fullkominn og auðvitað skólinn að einhverju það er margt sem gertir í skólinn sem er alveg hárrétt og mjög gott. En það sem ég set út á í þessari grein er svona menntafagurgali þar sem fólk lofar því að lofar öllu fögru að skólinn reyna að gera nánast alla hluti. Og ef við horfum til dæmis á aðalnámskrá grunnskóla þá eru þar sett það bil 1000 markmið sem eru risastór og umfangsmikil og hérna 1800 skóladagar, 1000 markmið, það er svona meðaltali 1,8 vinnudagur á hvert og sum þeirra vísar raunar á viðleitni sem getur tæpast fyrir minna en ævi starfi eins og það verða góður í ýmsum fræðum og listum og hérna og skóli. Þú vitnar aðeins í hérna ef ég má skjóta þið inn af því að þetta er svo kostulegu texti. Þetta er eitt af þessum 1000 markmiðum. Valið milli ólíkra dansstíla, prófað sig áfram og tekið sjálfstæðar ákvarðanir í túlkunar og sköpunarferli út frá eigin þekkingu og leikni í dansi, tjáð og túlkað hugmyndir sínar og rætt dans á gagnrýninn hátt, beitt við það viðeigandi orðaforða og sett það í menningar og sögulegt samhengi. Ég held að sem margir dansarar sem ráða alla við þetta sem hafa eitt ævinni þetta gæti verið leiðarljós fyrir dansskóla þar sem fólk lærir dans árum saman og þetta markmið er hreint ekki slæmt og það má segja flest þessi háleitu markmið í aðalnáms- og grunnskóla þau benda á einhverja hæfni sem er aðdáunarverð og lofsverð og allt það. En grunnskólinn er ekki margra ára dansskóli, hann er skóli þar sem fólk hérna þegar best lætur þá læra mann eitthvað svolítið í dansi en hin markmiðin eru líka svona gríðarlega háleit fyrir hérna myndmennt og matargerð og smíði og fleiri greinar lista og handverks fyrir utan allar bóklegu greinar sem fá nú mest allan tíman og það sér það hver maður að menntakerfi sem segir eftir 10 ár hafa börn þessa hæfni það segir ekki bókstaflega satt og ég held að svona
nokkrar hreyfingar eða nokkrar breytingar sem hafa orðið á síðustu 30 árum hafa svona ýtt undir ákveðna léttúð í samskiptum við sannleikan á sviði menntamála. Við, sko, þegar skólakerfi, framhaldsskólinn og háskólinn svona hálf markaðsvæddust á 10. áratugnum, þá fóru þeir að auglýsa og einn skóli hét meira að segja sko nafnið eins og Atlantic Center of Excellence, hann var hérna sögðum á Keili, sko svona nafngjafir og hérna og auglýsingar eins og gæðafjarnum á góðu verði þegar skólar fóru í þennan dans sem hérna er að nota auglýsingar, nota svona markaðs aðferðir til þess að gylla það sem þeir gera, þá ýtti það undir það sem ég myndi kalla léttúð í samskipti við sannleikann. Má ég aðeins byrja það? Vegna þess að hérna, við vorum að tala um námskrán áðan sem er saminir í menntamálaráðuneyti og hástemt mjög. Ég er best að lesa hana hafa fiðlu undir þegar maður lesta. En hefur það raunverulega eitthvað sérstöku áhrif í skólan vegna að skólinn getur ekkert sinnt þessu, þannig að þar hlýtur að vera eitthvað allt annað raunveruleiki og kannski þar sé, ég sé það fyrir mér að þar er fólk sem er bara að sinna sinni vinnu og leifir þess að vera, það er bara ekki að trufla of mikið og menntamálaráður að má tala svona og allt það, en mín vinna, þetta er svo langt frá raunveruleikunum, þetta getur ekki haft neina áhrif á mína vinnu. Já, það megi segja sem svo að það gerir ekkert til þó einhverjir skrafi við skýin því að á vettvangi séum hvort sem er að fást við annað. Ég er ekki að segja að skaðinn sé ekki kannski það mikill að það valdi algjörum glundroða. Nei, sem betur fer ekki. Sem betur fer, sko, stór hluti kennarastéttarinnar heldur sínu striki, vonandi flestir, sko þrátt fyrir þetta svona loftkenda blaður allt saman. En enga síður, kennarar skulu haka við, í mörgum skólum er þau skikka allir haka við í mentor, að nemendur hafi þessa hæfni. Þeir eru með óbræði í munninu sem er yfir því að vera að merkja við eitthvað sem þeir vita ekkit sjálfur hvort þið satt eða ósatt. Hefur nefnandi gert sig grein fyrir gildi skógrættar? Já eða nei, býtu, hvernig á ég að segja um eitthvað? Þeir eru að láta þeir haka við eitthvað svona sem þeir eru neyddir til þess að taka upp svona léttúð í samskiptum við sannleikann sem er æðsta gildi menntastofnana. Gagnrýnin hugsun og menntun snýst það að leita sannleikans. Og það verið betra að yfirstjórn skólakerfisins væri með raunsærri sýn á skólan og verið með eðlilegri markmið og inni betur í takt við þarfir skólastofnunar. Svo er annað sem ég held að gerist. Þetta er svo sem erfitt að mæla og erfitt að vita nákvæmlega með vissu, en ef fólk hugsar skóla eins og ég ger, að skóli sé staður þar sem fólk hefur tækifæri til, tíma til og fara aðstoð við að tileinka sér listir, tækni, vísindi, fræði sem er í eðli sínu seinlegt að ná valdi á. Tónlistarskóli er skóli þar sem fólk lærir kannski að spila á fiðlu og dansskóli er skóli þar sem fólk lærir að dansa og þetta er tímafrekt. Grunnskóli og framhaldsskóli er skóli þar sem fólk tileinka sér leikni í meðferð móðumáls og texta, lærir erlend mál, kemst eitthvað áleiðis í stærðfræði og skilningi á náttúrunni og samfélaginu, þekking á sögunni, þetta er allt saman svona seinlegt og þetta eru brekkur fyrir flesta. En ef að sagt er skólinn á að gera næstum alla hluti, þið bara gera 1000 hluti og þeir eru allir dásamlegir, þá er svolítið hætta á því að fólk sleppi brekkunum sem skólakerfi var gert fyrir. Ef þú færið 1000 hluti og mátt gera hvað sem er að því, af hverju ekki bara þræða dalina? Já, það er sagt. Að ef það að kunna að leggja saman, draga frá, margfalda og deila, þetta er svo ómerkilegt að þetta er bara brot af einu af hæfniviðmiðunum í stærðfræði, sko. Þau eru svo loftborin að fólk á bara verða stærðfræðingar til 10. bekk. Ef þetta er bara
eitt af ykkur 1000 atriðum sem fínt að gera og einhver svolítið erfitt með þetta og þetta tekur svolítið tíma. Akkur ekki bara skauta yfir það? Það einhver 999 önnur sem bara svona auðvelt og þægilega bara... Þau ekki öll auðvelt og þægilega eins og ég las þarna með dansinn. Nei. En sko sum þeir eru reyndar svo loftkend að það ekkit hægt að segja hvort þeir eru... Eitt af hæfni viðmiðunum í dansi að nemandi getur hreyft sig í samræðum við hreyfigetu eigin líkama. Getum við það ekki? Þetta eiginlega svo einkanlegt að ég myndi ekki treysta mig til þess að meta þig til dæmis. Nei, sko. Kannski getur íþróttakennari gert það. Já, en sem sagt skóli sem lofar öllu fögru og ætlar að gera allt fyrir alla. Já, en það er einhvern veginn of auðvelt að sleppa því þá að gera það sem skólinn var uppalega hugsaðu fyrir og megin hlutur skólans. Hver tekur ákvörðun að sleppa því? Inn í skólanum einhver stýring og þetta kennarinn einn með sína nemendur en það líka eitthvað svona stuðningur við það og hópurinn að móta einhver afstöðu. Það ekki þannig að hópurinn ákveði allt í að sleppa bara út í billega og að fara snemmi í sumarfrí. Og sko það sem ég held að sé sko svona kjölfesta skólakerfisins og haldið því á floti þrátt fyrir allt að þorri kennarastéttarinnar handgengin menningarhefðum sem eru kannski sterkari en allt orðagjálrið í opinberum plöggum og en einhvern veginn vildi ég nú samt frekar sjá að opinber stefna í skólamálum styddi góðar menningarhefðir frekar heldur en að svona eiginlega grafa undan það. En getur þú skilið á hverju þetta svona, þau sem að sömdu þetta og þetta kemur sprettur ekki upp úr engu. Það markmið sem eru sett að undirbúa nemendur til þess að lifa og starfa í lýðræðislegu samfélagi og fleira. Að það hefur verið svona veikleikar í skólakerfinu sem að kannski var ofbundið við svona mælingar og kannski eitthvað svona arfur frá bekkjakerfi og búið til einhver hierarki inn í skólanum og skólinn verður að vinna gegn því að það gerir fólk ekki hæft til þess að vinna í lýðræðislegu samfélagi þvert á móti. Það vilja indrýtur svona... Ég er bara að velta fyrir mig hvort að aðnámskráin sé merki einhver svar við einhverjum meini í skólakerfinu eða einhverjum ágalla í skólakerfinu sem við ættum að svara. Já, ég hugsa það sko. Núgildandi aðalnámskrá fyrir grunnskóla, hún er tveggjahafða. Það eru semst í henni eru megin áherslur úr tveim nokkuð ólíkum áttum. Annars vegar það svokallaðir grunnþættir menntunar sem hafa samhljóm við stefnu sem hefur verið mótuð að nokkru leyti hjá UNESCO og tilraun til að svara þörfum nútíma samfélags fyrir að byggja upp gott samfélag, gott siðferði. Þessi grunnþættir eru þarna lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, sköpun, sjálfbærni, heilsa og velferð. Ég að gleyma einhverja, skiptir ekki máli. Sko, og ég held að það hafi verið jákvætt skref að segja við skóla, leggið þið rækt við þessi gildi. Hvað sem þið annars kennið og hvernig sem þið hvernig námsefni sem þið leggið fyrir og hvernig námsmat sem þið leggið fyrir hafið það þannig að það sé í anda lýðræðis, mannréttinda, stuðli að jafnréttis og svo framvegis. Og ég ætla ekkert að setja út á þessa hlið námskrárinnar. Ég held að hún sé svona í öllum aðalatriðum uppbyggilega. Ég get alveg verið með sparðatíning og sagt að eitthvað að við sætti að vera aðeins öðruvísi. Eitthvað hefði þú kannski skrifað öðruvísi en þannig er en svona í aðalatriðum held ég að þessi skilaboð til skóla, hvað sem þið gerið það þannig að það sé í anda lýðræðis, jafnréttis og svo framvegis. Svo hin hliðin raunar stefna í námskrármálum sem kannski mótaðist í Bandaríkjunum á miðja síðustu öld
þar sem menn höfðu mikinn áhuga sko á eftirliti, árangursmælingum, aðhaldi og vildu þá stýra skólakerfinu með því að segja hvernig nemendur ætti að verða, hvaða hæfni þeir ætti að hafa. Og þessi stefna, hún á sér sko svona 100 ára sögu, og hún kannski verður fyrst til í bók sem kemur út 1918 vestur í Bandaríkjunum. Hún á sér 100 ára sögu og á seinni árin þá hefur hún náð verulegri fótfestu í Evrópu, meðal annars í gegnum svokallað Bologna-ferli. Bologna-ferlið átti meðal annars að tryggja það að fólk með starfsmenntun það hafði sambærilega getu. Þannig að vinnuveitandinn í Þýskalandi gæti ráðið múrara frá Ítalíu því að það væri búið að lýsa því hvað múrara á að geta. Það væri, þó að skólakerfi væri ólík, þá væri hægt að lýsa hæfninni. Og það var sumt gott við þessa stefnu. Hún á að verða til þess að atvinnuréttindi flytist milli landa. Lýsi hæfni til dæmis tæknimanna, iðnaðarmanna. Og hún gerð hér að svona einhvers konar pólitískum rétttrúnaði með þessari námskrá sem kemur út 2011 að bókstaflega allt skólastarf skuli vera svona hæfni með það. Ekki bara lokapróf á námsleiðum sem leiða til starfsréttinda eins og þarf til þess að starfsréttindi flytjast milli landa. Og þá fóru menn sko, í það að keyra þetta svona svolítið út í móa og reyndu þá meðal annars að lýsa grunnþáttunum, þessum stóru menntapólitísku markmiðum jafnrétti, lýðræði, sjálfbærni og allt það sko, og heilbrigði, að lýsa því þannig að skólinn ætti semst að útskrifa nemendur með einhverjar sko lykilhæfni sem væri hæfnin til þess að vera jafn eða hæfnin til þess að vera lýðræðislegur. Og það er þetta komið sko. Þú efast að það sé mögulegt að búa til þess að hæfni hjá nemendunum og enn meira efast að setja mælana. Sko, jöfnuður er eiginleiki samfélags sem verður ekki beinlínis smættaðu niður í getu og hæfni einstaklings og það að koma fram við aðra sem jafningja er í rauninni ekki hæfni. Það er fyrst og fremst vilji og löngun. En ekki sá sem valtar yfir náunga sinn, hann skortir ekkit hæfni til þess að Páll Postuli er ekki sammála. Allt sem við vildum gera það gerðum við ekki, en allt það sem við vildum ekki gera það gerðum við. Ég veit ekki hvort þetta sé hæfni eða vilji. Þetta er vilji sem það dugar ekki. Þá keyra menn við gerð þessara námskrá, þá keyra menn þessa hæfni hugsun svona talsvert út fyrir markaða leið og svo gerist annað að námskrár á Íslandi höfðu einkennst af löngum óskalistum áður og þannig var til dæmis í námskrá fyrir framhaldsskóla 1999 þá voru í ýmsum greinum sko mjög langir óskalistar og svo stóð að kennari það svona eitthvað að velja á milli og þetta var þá einhvers konar málamiðlun því að það komið margir að borðinu við gerðum námskrár og einn langaði óbáslega mikið til að allir lærið eitthvað undir rótkvæði og annar vildi endilega leggja áherslu og allir væri nú góðir í stafsetningu og þá var þetta bara allt haft með. Svo kemur námskrár 2011 og þá hafa nú óskalistandir ekki aldeilis styst en þá ekkert að velja á milli heldur skal bara hver einasti nemandi fá þessa hæfni og þannig að sko auðvitað saga á bakvið að þetta var svona eitthvað svona bólgið og yfir hlaðið og ég held að enginn sem gerði þetta ætlaði neitt illt. Þetta bara einhvern veginn varð svona í höndunum á fólki. Það var til námskrá sem
mönnum fallast hendur frammi fyrir henni ef þeir ætla að taka hana bókstaflega og ætla í raun og veru að gera allt þetta. Því það er ekki nokkur einasta leið. Já, en að má ég spyrja þannig svo ég skilji þetta. Er námskráin skaði eða er skaði að við höfum ekki betri námskeið sem geti hjálpa skólanum meira? Ég held að það að því stundu getur maður una við eitthvað svona yfirmann sem heldur langar ræður og allir hlæja bröndunum sem bara heldur sko verksmiðan einhvern veginn gangandi. Og sem sagt í gamlu námskráni áður en þurfti sem sagt að munstra alla þessa hæfna hvern einasta nemanda og haka við það í tölvukerfi. Þá gat fólk alveg lifa við það í einhverjum skjölum, væri hellingur af einhverjum mjög loftbornum markmiðum og menn skautuðu fram hjá sumum og rifjuðu sum svona upp á tildögum. En það hefur orðið til svolítið öðruvísi pressa að fara eftir þessu þegar er eitthvað rafræn skjölun á öllu heila klappinu sem er ekki hægt að víkja sér undan. Þannig að kennarinn þarf að fara yfir öll þessi 1000 markmið. Ég held nú reyndar að sé nú ég þori ekki að fullyrða mjög mörg markmið og mörg sem hann hefur lengi ekki aðstöðu til þess að útfylla. Sem eru skikkaðir til að tekka veit allt í 10. bekk sko en sleppa eitthvað fyrir það. Ég held að þetta sé eitthvað misjafnt. Og þetta dregur fókus að það sem að... Já. Og svo talar fólk svo sko meðan kannski stór hluti kennarastéttarinnar vildi hafa slaka á tímanum, hafa tíma til þess að fyrir lesturinn og reikningin og fleira sem er þarf að hjakka svolítið í og þarf að endurtaka. Þá finnst mönnum þeir núna vera undir pressu sko að hlaupa eftir þessu öllu saman og ég held að það sem kannski gerist er að þessi slaki á tímanum sem þarf að vera til þess að nemandi sem náði því nú ekki alveg hvernig á að gera þetta eða hitt getur fengið tækifæri til að æfa sig aftur og það sé svona það liggi ekki rosalega á. Skóli þar sem alltaf liggur rosalega mikið á er ekki góður skóli. Nei. Sko eins og ég skil skóli sem er sem sagt næði og aðstoð við að fara upp löngu brekkutar á menntabrautinni að ef það liggur alltaf rosalega mikið á að flýta sem þetta og klára þetta þá komast með það ekki að skóli er staður fyrir það seinlega og þarf að hafa næði og annars væru myndum við fara á flugstöðina til þess að vinna eitthvað verkefni sem við þurfum einbeitingu, en við gerum það ekki. Við þurfum ekki í kringluna. Nei, skóli er sem sagt þetta svolítið skjól fyrir æðibunumgangi tímans til þess að lesa og reikna og læra alls konar fög og það er ekki hægt að benda á neitt sko einstakt viðfangsefni í aðalnámsnum neitt einstakt hæfni við mig og segja að þetta er bara vitleysa sko það er dásamlegt að kunna dansa og kunna smíða og kunna bara alla hluti það er ekki það en skóli sem lofar að nemendur nái öllu þessu hann ætti að vita að hann er að ljúga hann getur ekki staðið það og fólk er meira og meira með óbræði í munninum yfir þessu ég veit ekki hvað margir ég bjóst nú ekkit miklum viðbröðum við þessari grein í gær en fólki sem hefur þakkað mér fyrir er aðalega kennarar sem að finnst erfitt að vinna inn í svona sem finnst þetta umhverfi sem þeim er búið vera erfitt og svo einhvern veginn standa á þeim spjótur ýmsum áttum sko það svona mest frá hægri sko sem fólk vill árangursmælingar, pressu, samrænt próf, svona aðhalda skólum gegnum eitthvað slíkt og fólk spyr sig, hvað ef það svo fara að prófa allt þetta, hvernig í óskaparum á eiginlega gera það? En ég held að hægri sé nú bara áskeftir mælingum á einmitt því sem þú varst að segja áðan með lestri og kunnáttu í öðru tungumálum og starffræði. Já,
Ég held að hægri sé ekki hrifið af mælingum á lýðræðisvirkni. Sennilega eru menn ekki að hugsa það. En samræmd próf verða ekki búin til nema út frá skjölum hvað nemandinn á að geta og hvað nemandinn á að kunna. Og meðan þau skjöl eru svona í skötu líki, hvernig í óskapan má þá að gera þau og verða þá til 2 námskrár. Önnur sem sagt námskráin segir þið læra þessi 1000 atriði, svo samræmd próf sem tjekka á því kunni þessi 5 atriði og býtu hvað verður þá hinn 995. Ég held að deilan, ef þetta er pólitísk deila, snúist að sömuleitu þetta. Það er hópur sem að vill fá skólakerfið sem að sogast að þessu 5 atriðum og svo er annar hópur sem að vill vera með fókusinn á UNESCO og öllu. Já, það sé að einhverju marki rétt. Og sömuleitu er svolítið sorglegt að þessi átök koma stundum ekki á yfirborð umræðunar. Þetta er svona proxy-vor, þetta er eiginlega proxy-vor samræmd próf. Sjálfur er ég kannski báðum megin í þessu því að ég held að eitt af mikilvægum hlutverkum skólans sé einmitt siðferðilegt og pólitískt uppeldi að venja fólk á eða kenna fólki að lifa saman sem jafningjar, sína sanngirni, temja sér gott siðferði, virðingu fyrir umhverfi og menningu og fleira. En ég held að skóli geri það ekki með því að æða svona úr einu í annað og tala þetta allt saman, heldur með því að gera eitthvað tiltekið. Og svo er ég nokkrum marki sammála þeim sem segja leggjum áherslu á fáein atriði vegna þess að það eru jú fáein atriði sem beinlínis allir þurfa að kunna, sem eru einhvern veginn bara svona mikilvægt til að geta verið borgari. Það er svona og kannski sem skólinn einn getur skaffað. Sem er ekki raunhæft að þorri barna tilengi sér nema skólinn hjálpi til. Men sum heimili muni þetta en það er ekki raunhæft að búast við almennu læsi nema skóli nema það sé gott skólinn styðji við mjög öfluglega. En það er heldur ekki raunhæft að halda skólinn geti þetta einn. Hann getur það ef samfélagi ber virðingu fyrir þessari viðleitni og styður hana. En og þessi mikilvægustu atriði sem menn er að tala að fylgjast með samræmdum prófum, atriði sem eiga flest heima í námsgreinunum íslensku og ensku stærðfræði, kannski samfélagsgreinum, náttúrufræðigreinum. Þessi mikilvægustu atriði, þau þurfa ekki að taka 1800 daga. Og það gæti verið einhvers konar millivegur eða leið að ríkið setji markmið sem dekka hluta skólatímans, leyfi einstökum skólum að fylla upp í aðra hluta og einstökum nemendum að velja sér sjálfur viðfangsefni, því að það eru vissulega til nemendur sem vildu mjög gjarna eyða mörg hundru tímum í dans og ná þessu markmiðum sem þú varst að lesa í raun og veru. En ég sé ekki fyrir mér að það verði að fjöldin muni nokkur tíma að gera það. En það sem að mér fannst í skólagöngu minna barna, þá fannst mér eiginlega sorglegast hvað var lítið framboð á til dæmis dansi eða leiklist eða myndlist eða söng eða músík í skólanum og þegar maður spurðist fyrir þetta, þá var sagt að það er erfitt að ráða kennar og gefa alls konar ástæðu fyrir því að það væri ekki. Ég hefði haldið að þetta var einmitt greinarnar sem að væru bestar í því að þjálfa upp svona persónulega hæfni sem að myndi henta fólki sem er að ganga inn í óvissa framtíð þar sem við vitum ekki alveg sambandi við þekkinguna og svo hvernig við höfum undirbókur undir hana, af því að það er svona ýmis álitamál það á tímum gervigreindar og svona auðveldari aðgengis að förðulustu hlutum, að þá væri það einmitt hinnar klassísku listgreinar sem að myndu þjálfa svona einkanlega hæfni sem að við munum aldrei geta sótt annar stað, við getum ekki googlað hana. En það er ekki trúlegt að þær
verði sameiginleg hæfni á sama hátt og til dæmis lestur og reikningur, það miklu trúlegra og miklu sennilegra að það takist að búa til gott skólakerfi þar sem allir læra lestur og reikning en sumir læra dans og sumir læra smíði. Þetta kannski deiltu þetta. Sko, því að það að læra dans eða smíði alltaf nokkuð tímafrekt. Þetta er ekki hvorugt viðfangsefnið varðar semst kjarna þess að geta verið borgari í lýðræði samfélagi á sama hátt og læsi gerir. Við getum sagt að leiklist, að það verið mjög gott í leiklist og framkoma, það að geta tekið þátt í umræðum og eitthvað fleira. Íslendingur veit ekki af svolítið slíkun, að taka svolítið átak í slíkun á mig. Í framsögn, en sem sagt Ég held að skólar ætti að gera miklu meira af því að fara í leikhús og leggja miklu meiri rækt við leiklist. En þar verða sumir tónsmiðir, sumir leikarar, sumir búningahönnuðir og sumir bara áhorfendur. Ok, herðu, ég held að spyrja einu. Ég tek algjörlega undir það, semst að miklu stærri hluti skólatímans ætti að vera laus fyrir viðfangsefni á sviði handverks og lista sem höfða til nemenda, en mér finnst ekki trúlegt að mörg slík viðfangsefni eigi að vera sameiginleg öllum krökkum í landinu og ágætlega sáttur við það að sumir sé að æfa hljóðfæraleik meðan aðrir að æfa körfubolta en ég vil allir læra að lesa og reikna. Og það sé eðlilegt að í lokskólan séu allir búin að ná þessari grunnhæfni. Þess vegna er mikilvægt að ríkið setji markmið fyrir alla, en það á líka að gefa miklu meira svigrúm fyrir frelsi. Sko, eins og þetta núna, þá bara lítið brot af skólatímanum sem viðmiðunarnámskrá fyrir grunnskóla sem fer í frjálst val nemenda og því mjög oft ráðstafað á skólanum. Þannig að nemandinn hefur oftast frekar lítið val hvað hann lærir. Falskt val. Og markmiðin í aðalnámskrá fylla þennan tíma sem þessa 1800 skóladaga og miklu meira til því að þau eru miklu meira en ævistarfi ef það ætti í raun og veru að ná þeim. Þannig að svigrúm skólans til þess að nýta sérstakar aðstæður eða sérstöðu sína til þess að gera eitthvað. Við suma skóla ágætis aðstæða til dæmis til þess að læra af landbúnaði, rektornarstörfum eða einhverju slíku. Við suma skóla það síður og hvers vegna skildi skóli ekki ráðstafa hlutatíma síns sjálfur og leyfa nemanda að ráðstafa hlutatíma síns? En hafa skólarnir ekki frelsið til þess? Er miðstýringin svo öflug að... Sko, ef þeir ætli í raun og veru, grunnskólar ætli í raun og veru að keyra þessa aðalnámskrá, þá er ekkit svigrúm. Sko, ef þú færð miklu meiri verkefni en þú hefur tíma til að vinna... Það er ekkert valið eftir. Nei, sko, þá er... Svo, þegar kemur á framhaldsskólanum, þá eiginlega öfgatur á hinvegin. Það er engar línur hvað á að kenna. Ég ætla að spyrja það einu áður við förum í framhaldsskólana, því að ég hef heyrt það hérna við þetta rauðaborð. Fólk segja sem svo. Námskráin hann 2011 eða 2013. Já, 11. Hún er frábær. Vandamáli var það að það fylgdust ekki fjármagn. Þess vegna eru skólarnir svona í mikil vanda. Þeir eru með svona leiðsögn hvert að fara, en þeir fengu ekki aflið til þess að gera það. Er það að tala um framhaldsskólana? Nei, ég er að tala um grunnskólana, um aðalnámskránna. Þetta er sagt hef ég heyrt hér. Þannig það er ekkit, við höfum ekki að fara í að gagnrýna stefnuna. Stefnan er fín. Það vantaði bara fjármagnið og þess vegna getum við ekki uppfyllt stefnuna. Og hvað gerist þá? Þá segir menn að það er allt í steik í skólanum og svona, þá hendum við stefnunni. Nei, við höfum að ná í peningana til þess að framfylgja stefnunni. Hvað segir þessi rök? Sko, ég held að allir heimsins peningar dugi ekki til þess að markmið af því tagi sem
þúlaðast upp náist 2 daga vinnu. Nei. Sko, en það er mjög eðlilegt að fólk sem á vettvangi og reynir að framkvæma stefnu stjórnvalda að það njóti fyrst peningaleysið því að sko oft sem sagt, hvað maður segja, næsta hindrun á vegi mínum að ég hef ekki pening til að ráða manni í þetta eða ef ég skólastjóri. En sko mjög loftborin markmið nást ekkert heldur með miklum peningum. Og ég held reyndar að sko að við séum að sumu leyti sko með óraunhæfar hugmyndir hvað skóli getur verið ódýr og ég held að það gildi frá leikskóla og upp í háskóla að skólinn lofar í rauninni meira heldur en hægt að gera fyrir þann pening sem hann hefur og ég veit ekki hvað Það eru sömu aðreiðir sem að móta námskránna og útvega peningana, það er bara stjórnvöld. Þannig að skólinn ekki kannski. En hann getur ekki sagt að með þessar peningar sem við fáum að þá er þetta námskráin sem gildir í okkur. Skólinn hefur vel ekki vald til þess að því það eru stjórnvöld sem gera þetta. Það eru sömu aðreiðir og skammta peningin umt. Já, og ég sem sagt sumt strandar á peningaleysi, sumt sem við vildum gjarna gera og ég fann til dæmis fyrir því þegar ég var sjálfur starfandi í framhaldsskóla sem kennar og síðar skólastjórnandi að við þurftum að veita sumum nemendum talsveit betri stuðning sem hefði kallað á vinnu sálfræðinga og fleira fólks og hefðum ekki peninga til þess. En það breytir ekki því að ef við setjum 1000 markmið sem hvert á ævi starf og hafum 800 skóladaga þá þýðir ekkert að hendi það endalausum pening. Og ég það aldrei sumt af þessu fólki sem vill aðhaldi ríkisrekstri og spara pening, það vill líka eftirlitskerfi og reynslan frá öðrum löndum bendir til að verði nú stundum alveg óheyrilega dýr. Þetta fólk sem vill eftirlitskerfi á skólakerfið og á við opinbera oft frekar ansnúð því að hafa eftirlitskerfi með einkageiranum og atvinnulífi. Já, og ég held að þetta sé sko í sumum tilvikum þetta í rauninni bara tjáning á tortryggni, sko, ekki raunhæf stefna að bæta skólastarf, heldur eitthvað svona tjáning á einhvers konar beiskju í garð fólksins á vettvangi, ráðum eitthvað með vönd til að flengi ykkur. Bara vantraust á kennarastéttinni. Já, og ég held að vantraust hafi aldrei kallað fram það besta sem í fólki býr, þannig að það er alveg sama hvort að stéttin vandanum vaksin eða ekki. Ég held hún sé nú alltaf ögn skárri ef hún finnur traust og stuðning heldur en ef hún finnur vantraust. Herðu, má ég spyrja einu áður en að ég ætla að tala framhaldsskólana, að þú segir hann í greininni að ég veit ekki alveg hver það sem kom því inn að skólinn myndi kenna börnum að lesa og foreldrar ætti ekki að kenna börnum að lesa. Þú bendir á að það er óvinnandi vegur fyrir kennara. Ég var að tala þennan orðasveim sem hefur verið í kringum skólakerfið. Það hefur verið svona óskhyggju orðasveimur í kringum menntamál áratugum saman og tala eins og að fólk sem ekki getur lært á bókina getur nú vel lært eitthvað verklegt eða listir og ég heyrði fyrir stuttum meira sér útvarpsviðtal þar sem einhver hélt í fram að fólk sem ekki gæti ráðið við stúdentspróf gæti bara farið í rafvirkjun. Ég held að það fólk sem segir þetta hafi ekki séð skrifleg próf í rafmagnsfræði.
og veit ekki alveg það eru sem betur fyrir nokkuð þung, annars væru raflagnir í meiri ólestri hér en þær eru að sko það hefur verið svona orðasveimur í hringur skólakerfið alla tíð, svona óskeikjukendur orðastreimur þar sem fólk vill svona lofa öllu fögru og einhvern veginn svona breiða yfir alls konar erfileika eins og að sumir þurfa að sitja lengi við að læra eitthvað, sumt er erfitt, sumt er sennlegt, sumt er kannski svolítið leiðinlegt og svo segi ég að sko þegar ég var að byrja að kenna þá var þessi óskeikjukendi orðasveimur, hann var bara orðasveimur, hann var ekki hluti beinlínis af opinberri stefnu eða plöggum frá stjórnvöldum en hann hefur orðið það síðan sem er svona mikilvægasta leiðbeiningin að toppurinn á kerfinu viti hvert kerfið er að fara og ef að toppurinn er örvinglaður þá náttúrulega seitlar það niður reiknaði ég með nema að kerfið sé þess umbúnar að bera það Já sko það eru þetta til marks vissan styrk kennarastéttarinnar að skólakerfið skuli þó vera svona þetta vel á floti en ég heyri ansi oft raddir sem eru svona nánast örvæntingafullar og frá fólki sem er svona í þann mynd að gefast upp og það er sem sagt og því er lofað að það gerir alla hluti fyrir alla og bjargirnar eru litlar og virðingin kannski takmörkuð og hérna já, það er bara svo Það er eitt sem að mynda eftir í huga hérna, sem að þú kannski heyrt áður að unga kynslóðin sé svo miklu opnari og eðlilegri heldur en við vorum beglaða kynslóðin hérna í Galanda kannski þessa hugmynd að bara allt annað að heyra miklu auðveldra með að tjá sig og séu hérna líka við að fólk segi bara betri manneskjur heldur en við má þetta ekki vera merkjum að skólinn er ágætur í þessu sem að hérna með lýðræðislega samfélagið og að auka svo jöfnuð og svona má þetta ekki vera það? Hverju er fólk að lýsa? Er þetta bara klassískt að fólk er alltaf hrifið á æskunni og Ég veit það ekki, sko, ég held nú reyndar að sko samanburður á svona almennum mannkostum fólks fyrir einni kynslóð og tveim kynslóðum og nú sem byggist á örfáum dæmi sem aður hefur reynsla af úr eigin lífi hann kannski segi óskup lítið við höfum bæði vísbendingar svona sem höndafestir framfarir og afturfarir það hann er bara stutt síðan hún Vanda sem kennir með mér á menntavísindasviði var að benda á niðurstöður prófa sem benda til þess að samkennd meðal barna hafi farið minnkandi að svona ákveðin tegund af hvað maður segja eigingirni og frekju sé í sókn það svona vísar í öfuga áttið það sem þú ert að segja sumt annað sem vísar sem bendir til að sko og ég og það er eins með þessi gildi sem er hampað með grunnþáttum menntunar í námskrá að sumu leyti lifir fólk núna meira í anda jafnréttis en að sumu leyti eru til að mynda árásir núna á minnihlutahópa eins og til dæmis transfólk eru harkalegar og grimmar stundum þannig að sko hvað maður segja sögurnar sem maður heyrir og einstök dæmi sem maður heyrir þau eru misvísandi þau benda sum til að við séum á góðri leið og sum til að við séum það ekki og meðan ekki liggur fyrir eitthvað
liggja fyrir einhverju gögn sem svona hönd á festir, held ég sé frekar hæpið að fullir eitthvað hvort Ég byrst afsökunar að það var óvísindarlegt hjá mér, ég var bara vitni það sem sagt ég held að sé frekar sko ógætilegt að fullir það mikið hvað er rétt og hvað er rangt í þessu en sem sagt aftur af því sem ég held að sé megin hlutverk skóla sem að fólk sem sagt hafi tækifæri til að læra ýmislegt sem er sennlegt að læra eins og til að mynda læra að hugsa stærðfræðilega, læra að vinna með texta það eru bara sterkar vísbendingar það að þarna fara okkur ekki fram heldur jafnvel aftur og það er bara verulegt áhyggjefni. Framhaldsskóli, þú ræðir hann í grenni og þú gagnrýnir með svolítið öðrum hætti. Þar er það svona, ef ég skil rétt að þá hafi verið innleitt þarna svona hugmyndur hvernig þetta reka framhaldsskóla sem hafa verið sóttar í svona fyrirtækjarekstur. Og að sumuleyti svona eðli hans breytt og það hefði ekki verið til til góðs. Sko, sem sagt ég held að þegar þetta fer saman að framhaldsskólinn má sjálfur bara alveg ákveða hvað hann kennir og hann þarf að hlýða fyrirmælum fjárveitingavaldsins sífellt aðhald og sko þetta var þannig að fyrirmæli stjórnvalda þau tókuðust á hér áður fyrr meðan var sem sagt var námskráð ofan, þá var sagt við framhaldsskólan, þú skalt kenna þetta og svo var hann skammaður fyrir að það væri of dýrt og þá kenndum við þetta kannski með ofurlítilli skerðingu að því að var of dýrt. Nú er sagt við framhaldsskólan, kenndu hvað sem er, en við hundskömmuðu ef það er of dýrt. Og þannig að pressan að ofan, hún er þá á svona meira á einn veg meðan hún tókaði í tvær áttir áður og svo gerist það sko framhaldsskólar eiga að vera í samkeppni hver við annað frekar en samvinnu sem þýðir að þeir búa hver til sínar eigin brautir, það er eitthvað hátt í 200 stúdentsbrautir til núna í landinu og Þú segir að sumt að þessu sé bara hálfgerð humbúk þessi verið að kenna fólki einhverju náttúrulega brautum sem að raunverulega veiti fólki engan undirbúning til þess að fara í háskólanum Ég held ekki svo sem að það sem verður að kenna í framhaldsskólum sé almennt eitthvað humbúk en það að segja að þetta hitt sér náttúrufræðibraut en veita samt ónógan undirbúning undir helstu greinar náttúru og heilbrigðisvísinda það er svona ákveðin vörusvik sko það er kannski kennt eitthvað gott en það er ekki kennt allt það sem fólk les út úr nafninu náttúrufræðibraut og það er ekki beinlínis sagt ósatt því að það stendur hvergi hvað orðið náttúrufræðibraut þýðir núna en það er svona almennu skilningur að hafa þýði að fólk geti farið þá í til dæmis læknisfræði og verkfræði Ég held að krakkarnir trúi því Já, og sum þeir að koma í háskólan í verkfræði og náttúruvísindadeild og vita bara ekkert hvað verður að tala Það hefur fólki í háskólanum verið að tala um þetta Já, þetta að þetta er svona enn eitt dæmið svona léttúð í samskiptum við sannleikann að ef að þessir skólar segðu sem sagt við erum með almennt breytt bóknám til stúdentsprófs og það duga til að fara á í sumardeildir háskóla þá væri það kannski En þetta er aflegging stefnustjórnvalda sem er það að mér er alveg saman hvað þetta að kenna, það má bara ekki kosta neitt. Það liggur við að þessi stefnan, það sé ekki kosta neitt, það má ekki kosta meira en þetta sem við erum, og svo gerir sko, það fljótlega eftir að það var ákveðið að framhaldsskólar ætti að vera í samkeppnin ekki samvinnu, þá tekið upp svo kallar reiknilíkan og þetta eru miklu róttækari skil held ég í skólasögunni heldur en fólk almennt gerir sig grein fyrir. Sko ef við förum aftur fyrir þennan tíma þá
höfðu framhaldsskólanir fyrir 1999, fyrir setningu námskrár 1999, þá höfðu framhaldsskólanir frjálsar hendur hvernig þeir skipulöðu sínar námsbrautir, svona miklu leyti, en þeir höfðu samvinnu. Þannig að enskukennarar í flestum skólunum töluðu saman hvernig enska til stúdentsprófs og stærðfræðikennarar töluðu saman hvernig stærðfræði til stúdentsprófs og það var Hvernig þá með formlegum hætti eða var þetta bara lág þetta bara þetta var mest óformlegt samráð. Raunar fyrir 1986 eingöngu óformlegt samráð. En nógu sterkar hefðir til þess að skóli sem sagði að braut héti náttúrufræðibraut, hann kendi nemyndum 7 áfanga í röð í stærðfræði til dæmis. Svo skólum sagt að hætta þessu samstarfi með nýskipan í opinberri rekstur sem var opinber stefna hér 1995 og skömmu seinna sett aðalnámskrá sem ríki segir sem sagt við skóluna þið eruð í samkeppni hver við annan en ríkið segir að þið skulu kenna að minnsta kosti þetta ef það á að heita stúdentsprófs. Það var námskrá 1999. Að skólar hefur þá ekki lengur samráð hvernig námskráin leit út því að ráðherra bara sendi þeim námskrá og stúdentsbrautir bara skildu vera svona. Svo gerist það 2011 að skólum sagt þið þurfið ekki að fara til þessari námskrá þið með bara búa til ykkar eigin brautir. En þá var komin margra ára hefð á það að skólarnir væri í samkeppni frekar en samvinnu. Þannig að það var ekki þannig að raungreininakennararnir kæmu saman á öllu landinu og segðu, heyrðu, við erum að hafa raungreiningar svona á náttúrufræðibraut og tungumálakennararnir kæmu saman og nei. Skólarnir gera þetta hver fyrir sig og þyngsta pressan á þá var ekki pressa frá menningarhefðum sem sögðu semst að allir verða að læra þetta. Þyngsta pressan var bara efnahagsleg pressa. Gerðu þetta bara eins fjandi ódýrt og þú getur. Og sem sagt það má svo sem segja sem svo að nýskipan í opinberum rekstri samkeppni og reiknilíkan með miðstýrðri námskrá og eins og áætlanir vorum þá líka samræmdu stúdentsprófum. Það stefna þar sem hvað ég að segja hlutirnir togast þannig á að þeir húrra ekki bara fram af hengifluginu. Það þá reiptók einhvern veginn milli þess að reyna að hagræða og reyna að gera allt sem á að gera. En ef það ekkert sem á að gera og bara hagræða. Það bara að vera styrta niður. En þessi samkeppni skólana, hvernig eru skólanir í samkeppni? Hvað? Nemendur sem koma best undirbúnir úr grunnskólanum eða er það samkeppni kennara eða er það samkeppni frá svona frá bæjardyrum þeirra sem hugsa venjulega markaði þá er þetta ákveðlega skrítin samkeppni sem sagt skólabókardæmið samkeppni sem sagt ég er bakari og ég ætla að baka betra brauð en hinn bakarinn hafa það ódýrara þá koma kuna til mín og ég sel brauð og fæ hellinga penningum og hinn bakarinn hann er með verra brauð og hærra verði og fyrir áhísun. Það er semst að kúnnin kemur með peningin og fær fyrir peningin sem hann vill fá. Það gæti verið að hann kæmi, kúnnin sem kæmir til skólans sem var eftirsóttur, kæmi með betri árangur úr grunnskóla og þar alveg væri kostnaðar minna fyrir skólan að kenna þeim. Kúnnin er ríkið borgar. Þannig að kúnnin og sá sem kemur og sá sem skólinn reynir að gylla vöru sína fyrir og sá sem kaupir hann er ekki sami aðili. Það eitt gerir þetta mjög skrítinni samkeppni. Og samkeppni skólana eru að fá sem sagt ríki gerir samningu hvert skóla sem sagt þú mátt taka við að mestalagi svona mörgum nemendum og þá borgar við fullt fyrir hvern nemanda sem klárar önnina sem heltist ekki á lestinni eða hættir eða eitthvað.
Þannig að í rauninni efnahagslega keppikefli skólans að sléttfylla, ekki fara yfir því að hann fær ekki borga fyrir umfram, að sléttfylla af nemendum sem voða lítil hægt á að fara neitt, hætti við á miðraun. Og kostnaða lítið að kenna. Og svo, náttúrulega ennþá betra, að sléttfylla af nemendum sem hægt að setja í stóra hópa, sem ódýrt að kenna. Það er enda að borga tvöfalt meira fyrir nema heldur bóknámsnema, þannig að þetta er ekki alveg svo einfalt að borgi sér bara fá nemendur sem var í stóra hópa. Það er ástæða fyrir því að við ítum fornmálabrautin í burtu, það sem eru of fáir og það er of dýrt. Og þetta þýðir sem sagt að það borgar sér fyrir skóla að kenna stabilum nemendum í stórum hópi, stabilum nemendum sem ekki er hægt á að það borgar sér ekki að taka nemendur til þeim sem eru langveikir og geta bara verið dótturinn á spítal og ekki komið í lokaprófinu eða eitthvað. Þannig að samkeppnin er að fá ákveðna sorta nemendum að raða þeim í stóra hópa. Og þetta er það sama með háskólan. Og þetta er mjög skrítin markaður vegna þess að greiðandinn og neytandinn eru í rauninni ekki sami aðili. Og skólinn er til þess að tryggja ákveðin samfélagsleg gæði, iðnskóli á að tryggja að það verði til fólk sem sér að húsin okkar og raflagnirnar og fleira sé í lagi. En þetta er næstu því. Og það er samfélagi sem borgar fyrir það, en nemandinn sem kemur, hann gæti viljað fá bara einingarnar með þessi minnstri fyrirhöfn. Þannig að gæðin sem neytandinn, sem kúnninn sækist eftir og gæðin sem kaupandinn vill, þau eru ekki einu sinni endilega þau sömu, þetta er ekki sami aðili og ekki endilega sækist þau sömu gæði. Þetta er ekki, Þannig enn í nóskikjan ykkur. Þetta er svona órakent svolítið. Maður þess að skilja. Í sjálfum sér er þetta kerfi ekkert svo ólíkt því ef að nemandi fengi ávísun heim, það sem hann getur keypt sér nám. Því að þeir eru metnir á sama hátt. Og það sem að slíkt kerfi hefur verið að þá kannski þeir skóla sem eru eftirsóknarverði getur verið að ýmsum ástæðum, kannski verðan þess að það er sterkt félagslegt net svona í sögunni sem hefur komið út úr þeim skóla, svo kallar svona elituskólar. Sumir skólar hafa einhvern veginn eftirsóknarverð svona félagslíf og eitthvað fleira. Þannig að það sópast af þeim og þeir skólar hafa þá forskot í samkeppninni, geta valið þá nemendur sem er kostnað minna að kenna, þannig að ólíklega að detti fall og námi og öðru slíku, þannig að þeirra svona ávísanir sem að koma svona óbeint með þeim, að það nýtast mjög vel. Þeim sem að svo förum við neðar í skóla þar sem að standa kannski eða getur verið út af bara staðsetningu eða einhverjum ástæðum, að þeir fá nemendum með sömu ávísuna. En þeir fá nemendum sem eru líklegri til þess að falla námi og þeir fá nemendur sem að kannski þarf að hafa meiri fyriröfn til þess að kenna, sem að þeir geta þá ekki uppfyllt. Þannig að þeir sitja uppi og þetta getur verið eyðilegging á skólakerfinu, að nemendurnir sem ekki fljúa inn í elituskólana, getum við kallað það, að þeir sitja uppi með skóla sem að veita lakari þjónustu og getar ekki veitt nemendur þá þjónustu sem þeir þurfa. Já, ég reyndar nú vitum við svo sem ekki hvort að skólarnir sem fá þá nemendur sem þeir óska sér, hvort að þeir veita eitthvað betri kennslu en nemendur sem fá ekki þá nemendur sem þeir óska sér. Það er ekki mjög mikið. Ég er ekki fullir það, er bara hugmyndin það. Já, það er ekki mjög mikið með að vita. En það er samt þannig sem sagt þessi nýskipun í opinberri rekstri 95 og svo svona 2001-2002 þá er farið að útluta fé eftir reiknilíkani og reiknilíkani er umbunnar skólum fyrir að láta nemandan klára misserið, sem þýðir að þá umbunnar skólanum þá líka fyrir að taka inn nemanda sem eru mikla líkur á að klára misserið og þá eiginlega refsar skóla fyrir að taka til dæmis inn fólk sem glímir við erfiða sjúkdóma og er kannski inn og út af spítali eða eitthvað svoleiðis. Eða af einhverjum ástæðum er hægt á að klára ekki önnur skólaár. Þetta er ein furðuhliðin á þessari samkeppni skóla og svo er önnur og þetta gildir þá bæðum framhaldsskólan og háskólan, að það borgar sig fyrir skóla að raða nemendum í stóra hópa
En þörf samfélagsins fyrir menntað fólk er ekkit er ekkit minni þegar er að ræða fólk sem óhjákvæmilega lærir í fámennum hópum. Það getur verið að það sé dýrmætara fyrir íslenskt samfélag að bæta við einum veðurfræðingi heldur en einu viðskiptafræðingum heldur en 100 í grein þar sem er ekki skortur á þekkingu og þetta þýðir þá að fámennar greinar sem eru kannski mjög mikilvægar, það er mikilvægt fyrir samfélagið að það séu til veðurfræðingar, það séu til eðlisfræðingar, það séu til fólk sem kann til dæmis kínversku eða japansku. Það getur verið gríðarlega mikils virði að þekkingin sé til þó að námsleiðirnar geti aldrei orðið fjölmennar en þetta umhverfi sem hefur verið búið til fyrir menntastofnanir gerir þeim í rauninni mjög erfitt að halda úti fámennum námsleiðum alveg óháð því hvað þeir eru mikilvægar fyrir heildina og þannig að það er búið að búa til efnahagslega hvata sem hafa minnstakosti ekki eingöngu góðar afleiðingar en kannski rétt að bæta því við þær hafa heldur ekki eingöngu slæmar afleiðingar fyrir dagareikni líkans vorum við með kerfi sem var líka megin gallað og þetta er svo sem það sem kemur aftur og aftur upp í umræðum skólamál menn núna tala margir bæði kosti og galla samræmdra prófa og það eru mjög fáir sem segja eins og að þau eru beggja handa járn. Þau gera gott og þau gera illt og það er sama með þetta reiknilíkan, það er beggja handa járn en það virðist einhvern veginn vera svona svolítið tilhneiging til þessi að fólki að búa til eitthvað kerfi og halda það sé bara eitthvað svar til frambúðar kannski oftrú á tækin frekar heldur en kannski kultúr eða menningu eða eins og þú varst eiginlega að vísa til sem væri svona menninga eða þekking og reynsla sem að byggja í sem að kennarar styttu sig oft við að það mætti kannski nota það meira til þess að móta menntastefnuna á skólakerfið. Manni finnst eins og að sé svona samhengi í sögunum svona að segja. Það er stjórnmálafólk og svona sem er að móta menntastefnuna gerir það oft út frá kannski bara hugmyndum sínum, svona almennum hugmyndum samfélagið sem á kannski ekkert misvel við menntakerfið. Það er dæmi þessa markaðsvæðingu framhaldsskólana og hvernig er hort til stjórnunar í stofnunum. Það má segja bæði þessa markaðsvæðingu framhaldsskólana og hæfni viðmiðavæðingu náms. Þetta eru alþjóðlegi straumar sem koma hingað til Íslands og við keyrum lengra en flestir aðrir hafa gert. Eins og okkur hætti til. Og ég hef, það er svo sem erfitt að segja af hverju það en mig grunar að það sé að hluta til út af einhvers konar minnimáttarkennd að við viljum sýna að við séum virkilega mennmönnum með því að gera þetta og auka aðeins í gera þetta meira jafnvel en aðrir. Þetta er kallað gullhúðun varðandi reglur frá ESB. Við getum tekið þessa hæfni við með væðingu Bólunni samstarfið í Evrópu sem átt að gera atvinnuréttindi hreyfanlega milli landa, hún lýsti því hvaða hæfni múrar á að hafa og hvaða hæfni rafvirkja á að hafa og svo framvegis. En við förum skrefinu lengra og heimtum að hver einasti námsáfangi í skólanum sé skilgreindur út frá hæfni líka íþróttaáfangin sem rafvirkinn fer í að því að við
trúum á heilsueflandi framhaldsskóla og allt það, þó að sé ekki beinlínis hluti af rafvirkjun og þá búum við til svona alls konar firrur því það segir sér svo sem sjálft að ef við tökum 25 krakka og setjum það í sama íþróttaáfang og segjum þeir eru búið með áfanga þegar við náðum þessari hæfni ef hæfnin nákvæmlega lýst þá munu sumir sem voru í 5 leikum og fótboltafræði þegar voru 30 ára þá munir sumir segja, ég get þetta allt saman, ég má ekki bara fara og sumir segja, býtu það hafði sem var lengi hérna, ég mun aldrei geta þetta ég get aldrei staðið á höndum með eitthvað og þá þrautalendingin að lýsa þessu svo loðið að það þýði ekki neitt en láta samt heita það sé mæling að við sé með þetta eitthvað sem hönd á festir og þá erum við komin aftur að þessu sem ég var að kvart undan það svona léttúð í umgengni með sannleikan sem það bara svolítið fallegt þegar einhverjir sem selja blómið, ilmvott eða konfekt gefa það í skyn að menn upplifi ást og hamingju að kaupa þeim sko. En við leyfum þeim að auglýsa af svona hæfilegri léttúð en þetta á alls ekki við þegar við erum að tala um menntun og skóla og ég reyndar ekkert mjög hrifinn af því að það sé yfirleitt verið að gylla skóla. Ég held að það sé raunar fari skóla miklu betur að vera sjálfsgagnrýnin. Heldur en svona rogginn. Já. Þetta stæðstuleiti þessum þetta gagnrýna stefna sem kemur ofan. Já. Og ég hef stundum verið að spyrja því hver á að móta skólastefnu hérna og ég hef talað það við þegar kemur fólk úr kennarasambandinu hérna og ég pröfa að segja við þau ég meina, eigið þið ekki bara að móta skólastefnuna og þröngva henni upp á stjórnvöld eins og maður sér til dæmis í verkföllum Bandaríkjunum og Bretlandi þar sem að fagfélögin að reyna að hafa áhrif á skólastefnuna vegna þess að fólk upplifi það að þau eru að brjóta niður skólana að stjórnvöld séu að því og ég ekki að segja það eigi að vera þannig, ég bara velta að finna hver á að gera þetta vegna þess að sumuleyti kemur þetta svolítið ofan alltaf, með einhverju starfi og einhverju slíku, en þú ert að lýsa að sé eitthvað svona eins og hugmyndir sem koma þarna, sem að bara passa ekkert við kerfið sjálft. Af hverju má þetta ekki stefna bara spretta af gólfinu? Sko fyrir 1986 var íslenski framhaldsskólinn svona, grunnskólinn var reyndar meira skipulagður ofan frá byrjun og það getur alveg gengið að ef sem sagt ef að kennurum tekst með farsælum hætti að mynda sko félög og samráðshópa þetta þá erum við ekki lengur að tala um skóla í samkeppni þá held ég að það sé alveg möguleiki að námskrá verði bara gerð neðanfrá. Ég veit ekki hvort, ég held við komust ekki þangað núna í einu skrefi, sko. En ekki kostur að vera gert í viðskiptaráði? Þeir eru stundum að reyna það. En ég held að sé nú sko, sama með viðskiptaráði eins og menntamálaráðuneyti sem setur fram einhverjar hugmyndir menntun. Mennirnir sem starfa þarna, þeir geta ekkert ákveðið hvað menntun neitt frekar en heilbrigðisráðuneyti getur ákveðið hvað heilbrigði Þeir að hluta til sem sagt það svona svolítið ofan við þennan vettvang dagsins sko að ákveða slíkt. Ég get ekki, sko, það enginn sem getur ákveðið hvað það að kunna skil á samfélagsgreinum sögu og náttúruvísindum. En eitthvað þarf að marka stefnuna í... Því að vísindin sjálf, þau hafa sín
svona innri viðmið og þó að einhver maður komi með bægslagangi og segi að réttur skilningur á náttúrunni sé allt annar en sá sem hefur mótast af margra aldar rannsóknum náttúruvísindamanna, þá verður hann bara svona eins og hver annar grillufangari. Já. Og það sé vandamáli við þessa stefnu sem er að koma ofan. Hún er ekki í tengslum við. Menn geta ákveðið hvað af öllu því sem mentar fólk fær rúm í skólum. Og ég stundur látið mig dreyma það að ríkið léti sér duga að ráðstafa svona þriðjungi grunnskólatímans og léti vettvanginum eftir rest. Ef einhver segir að þriðjungur sé lítið, þá myndi ég alveg vera til í að tala 40%, sko, en 90% ég held ekki. Þetta er glórulust. Herðu, Alli, takk fyrir að koma hingað og takk fyrir greinina. Og þakka þér fyrir að bjóða mér. Já, og við munum halda áfram að ræða skólamál og menntamál áfram eins og höfum svolítið gert við Rauðaborðið. En næsta dagskrá er eitthvað allt annað. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.